Laugarvatn Adventure svona lítið fyrirtæki sem ég stofnaði 2008 og þá aðalega og eiginlega eingöngu í svona hraunhellaferðum til að byrja með. Og svo hefur þetta svona smá undið upp á sig og fyrir 3 árum síðan þá fjárfestum við í svona standbrettum, svona paddleboards og höfum verið að bjóða upp á svona ferðir síðan. En erum svo líka í alls konar öðru eins og alls konar svona sérsniðnar ferðir fyrir fólk, fara á jökul eða keyra með á einhver ákveðna staði sem við vilja sjá og ýmislegt og svo á veturna þá erum við aðallega í fjallaskíðum. Hvernig kom þessi hugmynd til að byrja með? Það var eiginlega svolítið þannig að ég maður horfði bara á ferðamenn að keyra þetta í gegn og stoppaði enginn á Laugarvatni. Þetta var einhvern veginn bara að fara frá Þingvöllum og á Gullfoss og Geysi. Þannig að ég hugsaði að það hlýtur nú að vera hægt að hægja aðeins á þessari umferð og fá fólk í einhverja afþreyingu hjá okkur. En þetta gekk alltaf vel hjá ykkur? Já, þetta var náttúrulega svona í upphæðu svolítið bara með annarri vinnu. En svo hefur þetta alltaf tekið meira og meiri tíma þannig að nú er maður bara kominn eingöngu í þetta. Og mikill áhugi fyrir útivist hjá þér? Já, mjög mikill. En það var staðan fyrir þessu? Já, það bara mín ástríða, sko. Hvað finnst þér skemmtilegast við allt þetta? Fjallaskíðin, það er svona mitt. Segðu mér eins og því. Já, þetta er náttúrulega bara svo frábær leið til þess að þú sameinar sko fjallgöngur og skíði. Og maður hefur oft heyrt fólk spurja sko hvernig nennir að labba upp til þess að skíða eina ferð. En það er svo, sko, þá spyr maður kannski bara á móti, sko, hvernig nennir að labba upp til þess að labba niður aftur. En paddleboardið? Já, við byrjum á því sem sagt 2020 sem kannski hljómar svolítið skringilega akkurat þegar COVID skall á. En við vorum búin að vera að velta þessu fyrir okkur hvort við ættum ekki að byrja með þetta og vorum svo svolítið efins þegar þetta byrjaði, þessi veira. En ákváðum samt að láta það slag standa og bara fjárfestum í búnaði og bara byrjuðum að auglýsa okkur og það var bara mjög mikið að gera fyrsta sumarið og Íslendingarnir bara mjög duglegir að koma en þeir gátu ekkert farið neitt erlendis, þannig að það voru allir heima. Og svo annað sumarið 2021 að þá náttúrulega var COVID ennþá í gangi og það bara jókst hjá okkur, það var bara meira að gera. Og svo erum við núna svona fyrsta skipti í svona nokkuð venjulegu árferði og Íslendingarnir eru í rauninni ennþá stærsti kúnnahópurinn á brettunum þó að útlendingarnir séu svona aðeins farnir að kveikja á þessu. Ok, en þú varst að tala hraunhella. Já. Hvað slags hraunhellar eru það? Það eru hraunhellar, töluvert mikið af hraunhellum á milli okkar á Laugarvatni og Þingvalla í hrauni þar og það er þá bara í rauninni að fara með fólk í gegnum þessa hella og sýna þeim hvernig þeir eru og segja þeim hvernig þeir mynduðust og svoleiðis. Og það eru langmest útlendingar, það er eiginlega undantekning þegar við fáum Íslendinga í það. Heldur þetta haldi áfram að aukast? Já, ég held að það sé ekki spurning, sko. Ég held að Ísland er alltaf einhvern veginn að verða vinsælli ferðamannastaður. Hvert er mikilvægi þess að hafa svona ævintýraferðir fyrir heimamenn sem búa hérna? Það skiptir bara heilmiklu máli, sko, vegna þess að það í rauninni kannski opnar augu heimamanna fyrir því hvað er hægt að gera og eins og með þessi bretti, sko, það er ótrúlega hátt hlutfall íbúa eiga bretti sjálfu. Ég vil ekki bara prófa? Jú, endilega. Það var rosa gaman. Glæsilegt. Jæja, hér endum við þáttinn að sunnan og við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir að horfa. Bæjó!